að hér sjáum við sem sagt að bannaða spennu í spólunni UXL og hins vegar URL-vír, það rauði ferillinn hérna, og straumurinn fylgir URL. Straumurinn, hann í fasa með spennufallinu yfir raunhluta spólunar sem meðal annars sem sagt spennufallið yfir vírinn. Og þá byggjum við upp vektoramyndina svona af því að spennan yfir raunhlutan samferða straumnum, þá merkjum við strauminn hérna á lárétta ásnum með þeirri spennu. Straumurinn hérna sem viðmiðun og við byrjum hérna, þetta getum hugsað okkur 0 gráður hérna, ef straumurinn og spennan stödd hérna í 0 gráðum, þá UXL komið hérna 90 gráðum á undan straumnum. Það sem sagt spanspennan, spanspennan spólunar. Og heildarspennan samlagning af þessum tveimur vektorum og það þá virkagildi spennunar hérna. En þessi hérna sýnir þessa hreyfingu eins og við hugsum okkur að við byrjum í 0 hérna og síðan verður alltaf fasviki kannski meira og meira hérna og það getur alltaf aldrei orðið meira heldur en 90 gráður því að alveg hrein spóla sem ekki með neinu rauðviðnámi í, hún reyndar ekki til ekki nema með einhverjum ofurleiðara hugsanlega að þá hérna spanspennan þannig og þá gætu við hugsanlega verið með heildarspennuna næstu því alveg á sama stað eða væri eiginlega alveg 90 gráðu fasvik í rásinni. Þannig að hornið á milli spennu og straums þá alltaf á milli 0 og 90 gráður og við getum kallað þá að spólan hún seinkar straumnum að hérna ef spennan komin hérna einhverjum 45 eða meira á undan, þá straumurinn á eftir. Sko heildarspennan hérna sem við sjáum, en straumurinn í spólunni hérna ennþá á eftir. Þessum gráðu fjölda, 40 gráðum, 45 gráðum á eftir spennunni. Þannig að við getum sagt, til að minna okkur á hvernig spóla virkar, að þá við höfum stundum hérna notað aðferðina til að muna þetta, sem sagt þessi 3S, að við segjum spóla seinkar straum. Gott að punkta þetta hjá sér. Þetta gott að vita. Og sambærilegt þegar við teiknum upp vektoramynd fyrir viðnám, þá notum við raunviðnámið, látum það vera líka lárétt og spanviðnámið, það 90 gráðum á undan, en heildar viðnámið þá kallað sýndarviðnám, það setan. Merkjum það með setu. Þegar við vorum eingöngu með jafnstraum, þá vorum við alltaf að nota raunviðnám, bara R. En þegar að reiðstraumurinn kom til sögunar, sem sagt, við vorum að læra reiðstraum, þá notum við alltaf heildarviðnámið ekki sem R, heldur sem setu. Alltaf að muna eftir því að ómslagmálið breytist á í rauninni þannig að seta þá spenna deilt með straum. Ok, sem við notum mikið, þannig að þetta sjáum við hérna bara sem þríhyrninga í staðinn, en við notum alltaf í rauninni þessar vektoramyndir þegar við teknum þetta upp. Þannig að síðan talað um þetta Pythagorasregluna sem þið þekkir mjög vel, við þurfum ekki að fara í hana og eins finna fasvikið og síðan hornið, það þekkið þið líka. En hér sýnidæmi, það á að tengja fyrst upp myndina
jafngildismyndina og þá merkt við allt sem gefið 20 ohm viðnámið raunviðnámsbólunnar og spanviðnámið 16 ohm og svo í næsta lið þá á að teikna viðnámsvektoramynd í kvarða og mæla stærð sýndarvektorsins og það gerum við þá svona. Sjáum hérna RR-bír á Excel spanviðnámið og hérna vantar merkinguna á setuna, það lengst í vektorinn hérna og við finnum út raunafstöðulinn, hann reiknaður svona RR-bír deilt með setu og þá hægt að finna út farsverkshornið. Svo finnum við strauminn út frá setunni. Við þurfum að passa okkur á því. Við megum ekki í reiðstraumsrás finna eitthvað raunviðnám og nota það til að reikna út strauminn. Það ekki hægt því að straumurinn ræðst af sýndarviðnáminu, setunni. Við deila setunni upp í spennuna og fáum í þessu tilfelli 8,98 ampere og þá getum við reikna út spennufallið yfir raunhlutan annars vegar og launhlutan hins vegar. Og þá getum við búið til spennuvektoramynd. Þá þetta hluti spennunar yfir vírinn, raunhluta spennunar og síðan launhluti yfir spanviðnámið og heildarspennan þá summa þessara vektora hérna. En nú höfum við í spennuvektoramynd alltaf merkingu á hvað viðmiðunin. Jú, straumurinn viðmiðun hérna vegna þess að straumurinn fylgir raunhluta spennunar. Það ekkert fasvik þar á milli. Það hérna á láréttu línunni. Síðan til þess að reikna út sjálfsbæðarstöð spólunar þá notum við það sem gefið var upp spanviðnámið Excel 16 ohm og deilum með 1000 pi sinnum 50 rið, það tíðnin og þá fáum við 0,05 Henry eða 50 millihenry. Svo að hérna nú held ég að við getum í rauninni farið að skoða einhver dæmi svo að ég sé ekki hérna endalaust að tala. Þannig að nú erum við komið þennan hluta hérna og nú förum við að reikna á fullu þessi dæmi sem að koma fram hérna og erum með hérna dæmi 25, 27, 28, 9 og 30. Skulum byrja á þeim alveg á fullu. Stoppum núna upptökuna